Ég ætla að bjóða þér að taka stund til þess að staldra við og aðeins að skoða triggerana þína. Byrjaðu að koma þér vel fyrir hvar sem þú ert, standandi eða sitjandi, og byrjaðu bara að veita iljónum þínum athygli. Finndu fyrir stuðningi undir iljónum frá gólfinu. Segðu við sjálfa þig: ég er triggeruð eða triggeraður núna. Það hjálpar að draga úr valdi viðbragðsins og ákefð og færi aðeins yfir í vitundina. Leyfðu að taka eftir hvar þú finnur fyrir triggernum í líkamanum. Veittu hjartslætti þínum athygli, hvort þú finnir spennu eða einhvern þunga eða þyngsli. Veittu bara athygli því sem að þú tekur eftir. Vertu forvitin án þess að dæma það eða fá skoðun á því. Pröfaðu nú að setja nafn á tilfinninguna. Ég finn fyrir reiði, kvíða, sársauka. Leyfðu þér að sitja aðeins með þessari upplifun. Leyfðu þér að finna fyrir að þú viðurkennir þessar tilfinningar og líkamlega upplifun. Veittu nú önduninni athygli. Og taktu bara eftir því hvernig öndunin er. Þú þarft ekkert að breyta henni. Leyfðu bara líkamanum að hugsa um þig og anda fyrir þig. Það er alltaf leið þótt að andi grunnt. Andaðu bara eins og líkaminn hefur þörf fyrir. Þú getur hugsað í huga þér: ég er að anda inn, ég anda út, ég anda inn, ég anda út, ég anda inn, ég anda út. Nú þegar mögulega hefur hugur þinn örlítið róast og líkaminn, þá skaltu spyrja sjálfa þig: hvers þarfnast ég akkurat núna? Kannski þarftu bara rými eða halda áfram að anda rólega. Kannski vantaði stuðning eða að setja mörk. Reyndu að finna svarið í líkamann einum og taktu ákvörðun um næsta skref. Og spurðu sjálfa þig: hvernig vil ég meðvitað bregðast við? Þannig að í stað þess að fara í sjálfvirkt mynstur, reyndu að velja svörun sem styður þig í hjálplega hegðun og styrkir við betri tengsl við sjálfa þig og aðra. Og jafnvel þó svarið sé að ég veit að ég þarf að setja mörk en ég treysti mér ekki núna, þá er það allt í lagi. Hugsaðu bara um núið og hvers þú þarfnast akkurat núna og þú getur komið aftur að þessum trigger og líðaninni og þörfum seinna í betra jafnvægi og tekið ákvörðun hvernig þú vilt svara öðruvísi næst. Þakkaðu líkamanum fyrir skilaboðin sem að gefa þér, jafnvel þó að triggerinn sé sársaukafulur og þetta sé erfiða tilfinningar. Þá er líkaminn að láta þig vita að það er eitthvað sárt þarna sem þarf að hlúa að. Hvort sem að þú þarft að standa með sjálfum þér, gagnvart öðrum eða gagnvart þínum innri
annmörkum eða sárum. Þakkaði líka með einum á þér fyrir þessa stund og opnaði rólega augun.